sem eru í fjarfundi, Valgerður mín. Þú ert bara stórglæsileg. Þú Ég hefur að neinar áhyggjur af því. grínast. Þá þetta bara gott, þá getur bara að fara að byrja. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Sést ég í kjarna núna eða? Nei, sést ekki. Ok, þá verð ég bara að hlusta á mig. En hérna, já, ég heiti Valgerður og ég er frekar nýlega að byrja að vinna á SAG, byrjaði í október. Þannig ég ætlaði bara svona af því þetta er fyrsta sinn sem ég kem að segja aðeins frá mér. En ég er akureyringur og er ættuð úr Hörgárdal og Krossanesi. Kláraði læknadeildina í Háskóla Íslands 2013 og öldrunarlækningar í Lundi 2022 og síðan var ég að vinna í Svíþjóð og svo á líknadeild Landspítalans áður en ég byrjaði á Akureyri. Og ég ætla að tala eins óráð í dag og glærurnar að miklu leyti fengnar. Það er verkefni á Landspítalanum sem er að fyrirbyggja óráð sem að 11 hjúkrunarfræðingur á öldrunardeildinni leiðir. Og svo er þetta líka frá Þórhildi kollega mínum, öldrunarlækni sem hefur talað mikið óráð. En hvað er óráð? Óráð er í rauninni heilkenni sem einkennist af truflun á athygli, meðvitund, vitrænni getu og skyntúlkun. Og þetta byrjar skyndilega og hefur oft mjög sveiflukenndan gang. Og það er í rauninni hægt að hugsa þetta sem bráða heilabilun. Þannig ég hugsa í rauninni bráðnýrnabilun, bráðlifrarbilun og óráð er í rauninni þá bráða heilabilun. Þetta birtist í mismunandi myndum og það sem er svona auðveldast að þekkja og kalla mest á okkur, það er þetta hyperaktífa óráð eða hástemda óráð. Þar sem að aðaleinkennin eru ofvirkni, eirðarleysi, ofsjónir, skyntruflanir og fólk er oft mjög æst og ruglað og erfitt að fá það til að sofa. En þetta er í rauninni kannski bara 25% af óráðstilfellum. Lágstemt óráð er í rauninni miklu algengara. Það eru svona 75% af tilfellunum. Það sem að vanvirkni og svefnhöfgi eru ríkjandi og bara svona að allt kerfi það hægist á öllu kerfinu. Svo eru þetta til blanda. Það sem að fólk sefur kannski í 20 tíma er svo mjög svona hyper og sefur svo aftur í 20 tíma. Hvað veldur þessu? Það eru ýmsar kenningar og það er til dæmis kenningar truflun á boðefnaflutningi heila eða bólga í taugungum heila. En oft er þetta mjög margir mismunandi þættir sem leiða til óráðs. Og mér finnst gott að skipta þessu þegar ég er að hugsa þetta, að skipta þessu undirliggjandi þætti og útleysandi þætti. Og þá eru í rauninni undirliggjandi þættirnir eitthvað sem er hjá einstaklingnum sjálfum. Og það er þá hærri aldur að sjálfsögðu, ef það er einhver undirliggjandi byrjandi vitrænaskerðing eða heilabilun, sjón- og heyrnarskerðing, frumleiki eða svona öldrun, færniskerðing, ef það er einhver áfengis- eða lyfjamisnotkun, fjöllyfjanotkun, fjölveikindi, langvarandi svefnleysi eða fyrri saga óráð. Að þá er líklegra að einstaklingurinn fái óráð. En svo eru útleysandi þættir. Það getur þá verið eins og sum lyf eða skortur á lyfjum ef að fólk er í fráhvörfum, sýkingar, súrefnisskortur, rugla á sykrinum, svefnleysi, verkir, rafvakatruflanir, bólguástand, hægðatregða, þvagtregða, alvarleg veikindi, nýtt umhverfi, fjötrar, þvagleikur. Það getur verið svo óteljandi margt sem getur leyst þetta út. Þannig að það er mikilvægt í rauninni ef að við erum með einhvern veginn óráði að fara vel yfir allt sem að getur valdið. Og þetta er í rauninni bara svona til að sýna undirliggjandi þættina. Eins og ég
labba á mjög þykkum ís, það þarf mjög mikið til þess að ég fari í óráð, vona ég allavega. En 90 ára gömul kona sem á mörkunum að geta búið heima og kannski með byrjandi minniskerðingu og hún gengur á mjög þunnum ís, þannig að það þarf mjög lítið að koma til að það verði óráðsástand. Og hérna í rauninni bara svona smá til að sýna að hugsa þetta bara eins og hverja aðra líffærabilun. Ef það óráð þá eins og bráðnýrnabilun, athuga undirliggjandi þætti, fara yfir lyf og útlistandi þætti, en í staðinn fyrir í rauninni að vera að mæla kreatínín eða passa vökvajafnvægi og gefa vökva og þetta, þá mjög mikilvægt að fylgjast með athygli, hegðun, líðan, svefni og gott viðmót og ummönnun og fara yfir alla grunnþættina. Þannig að þarna í rauninni ummönnunin á deildinni mjög mikilvæg og hvernig við nálgumst fólk. Og hér í rauninni bara til að sýna hversu algengt þetta er. Þetta mjög algengt, sérstaklega hjá öldruðum. Við komum á bráðamóttöku, þetta náttúrulega mjög breiðar tölur, 7–33%. En ég myndi halda svona einstaklingar yfir 80–85 ára, þeir kannski þarna í svona frekar hærri tölunum. Við vitum að þetta algengt á bráðadeildunum eftir aðgerðir, á gjörgæslunni og við lífslok. Þrátt fyrir að fólk sé ungt, það flestir svona aðeins í óráði síðustu dagana fyrir andlát. Horfurnar, þetta getur gengið hratt, en þetta getur líka verið viðvarandi í vikur og mánuði og þetta hefur í rauninni slæmar horfur ef við náum ekki að meðhöndla eitthvað undirliggjandi þannig að fólk komi fljótt tilbaka. En það hefur verið tengt tífalt auknar líkur á dauða á sjúkrahúsi, það aukin byltuhætta, lengri spítalavist og verri færni og vitrangeta eftir 6–12 mánuði. Og þetta eykur mjög líkurnar á varanlegri stofnanavist, að fólk komist ekki heim. Og svo þetta svona eitthvað sem hefur verið í umræðinni að hafa þetta inn í news og það í rauninni til að við hugsum meira þetta og gleymum ekki að greina þetta. En þá í rauninni bara inn í njúskalnum meira ruglið óáttun en áður og það ætti að gefa stig. En þetta ekki komið í gagnið held ég neins staðar og ég veit ekki hvort að það verður einhvern tímann. En ef að við greinum þetta ekki, þá meðhöndlum við þetta ekki eða tökum þetta ekki inn í heildarmyndina. Og greiningin, ég nota langmest 4AT. Það próf í 4 þáttum. Mér finnst sérstaklega þetta númer 3 mjög gott. Það að biðja fólk að fara með mánuðina aftur á bak. Desember, nóvember, október, september. Og oft ef að fólk í óráði þannig það kannski 2–3 og svo fer það að hjakka. Af því að athyglin ekki til staðar. Og byrjar upp á nýtt og nær ekki að klára. Vökuástandið, það í rauninni líka bara eitthvað sem við fylgjumst með, hvort að það svona mikil svefnhefgis, óeðlilega mikil þreyta eða óeðlilega lítill svefn í rauninni. Það getur verið í báðar áttir og þessi dægurvilla. Það auðvitað gott að taka svona smá hvort að fólk sé áttað á persónu, stað og tíma. Og svo þetta sem við viljum sjá, það skyndileg breyting eða sveiflukenndur gangur. Af því að kannski fólk sem komið langt í sinni heilabilun með þetta allt, en þá það ekki skyndilegt. En 4AT bæði til að skima og líka svona til að meta. En kannski ekki bara það. Það þarf alltaf að horfa á heildarmyndina. DOS hef ég ekki notað mikið.
En ég hafði þetta bara með á glærunni til að væri hægt að kíkja á það líka. Og hvað gerum við þá? Það nóg bara að greina þetta og segja að fólk í óráði. Það ekki að ræða það. Þetta mjög mikilvægt. Þetta veldur yfirleitt miklu óöryggi og stressi hjá aðstandendum þegar fólk verður svona ruglað. Og þetta óþægilegt bæði fyrir fólki sjálft ef það meðvitað að það í óráði og það að fá martraðir eða eitthvað slíkt og fyrir aðstandendurnar. Og það þarf að skrá þetta og það þarf að útskýra þetta fyrir bæði sjúklingum og aðstandendum og ræða við aðra í teyminu. Uppvinnslan, ég myndi segja númer 1, 2 og 3 í þessu öllu og þegar við erum með gamalt fólk að fá góða sögu og oft frá aðstandendum. Yfirleitt tala ég alltaf við aðstandendur á degi 1 eða 2 ef að ég með aldra einstaklinga sem geta ekki alveg gefið mig góða sögu, þá finnst mér mjög mikilvægt að tala við fólkið þeirra. Sérstaklega ef það einhver sem býr með þeim og bara athugað hvernig gengur heima, hvort að það einhver breyting síðustu 3-6 mánuði á færni, vitrænni getu, hvað þarf mikla aðstoð, aðeins að reyna að átta sig á bara hvernig gengur. Það mjög mikilvægt að fá líka góða lyfjasögu og sögu ef það einhver áfengis- eða lyfjanotkun. Og svo þetta lífsmörk og skoðun, blóð og þvagprufa. Mér finnst af þessu þá sagan frá aðstandendunum það sem gefur mér yfirleitt mest þegar ég með þetta fólk. Já, ef það hægt að fá góða þannig sögu, þá það eiginlega gulls í gildi. Og svo skoðun, blóð, þvagprufa, yfirleitt alltaf allavega fólk innliggjandi á spítala. Og meta, mér finnst líka bara mikilvægt að meta með tilliti til verkja. Af því að bæði of mikil verkjastilling og of lítil verkjastilling getur valdið óráði. Þannig að við viljum verkjastilla. Ef til dæmis fólk nýbúið í aðgerð eða svoleiðis. Meðhöndlun. Það í rauninni þetta að reyna að fjarlægja og meðhöndla útleysandi þætti og passa að það komi ekki fleiri útleysandi þættir þegar fólk byrjað í óráði. Það yfirleitt þarf ekki mikið af lyfjum. Það getur þurft tímabundið en það langbest að meðhöndla þetta án lyfja. Og lyfin hafa ekki sýnt fram á að stytta tímann í óráði eða breyta ganginum, en auðvitað þarf að nota lyf ef að fólk mjög órólegt eða líður mjög illa eða getur ekki sofið. Þetta kannski bara það mikilvægasta til að fyrirbyggja. Þarna svona vasaspjald líka sem frá Landspítalanum sem hægt að hafa upp á vegg í vasanum til að minna sig á. En það sem mikilvægast að uppfylla grunnþarfirnar. Passa upp á fólk borði, drekki, hreyfi sig, sofi, að þvagið sé í lagi, hægðavenjurnar sé í lagi, meðhöndla verki. Oft gott að hafa aðstandanda til að auka öryggi og getur þurft yfirsettumanneskju. Og þessa einstaklinga sem í óráði ætti að forðast að færa á milli herbergja. Og þetta líka svona vasaspjald eða spjald sem hægt að hafa upp á vegg. Og þetta segir eiginlega alveg það sama. Það þetta sem mikilvægt. Nota gleraugun, nota heyrnartækin, passa upp á vökvajafnvægið, næringuna, örva hugan og reyna að ná svona, það stendur þarna raunveruleika glöggvun, að það í rauninni að bara nálgast fólk rólega, spjalla við það,
minna það hvar það hvers vegna, fara yfir kannski hvaða dagur og svona ræða hlutina endurtekið til að reyna að svona auka öryggi og fá fólk tilbaka. Hvetja til hreyfingar. Þannig að þetta líka svona, þetta sama, þetta þessi grunnþættir sem að skipta langmestu máli. Þetta eru rásir sem eru á Landspítalanum. Ég held að þær séu ekki á Akureyri, en það hægt að stilla sem sagt á klukkurásina og þá kemur í rauninni dagatali og klukkan og svo hægt að stilla á hreyfirás sem eru þá sjúkraþjálfarar sem eru að leiðbeina með æfingar bæði í rúmi, standandi við rúm eða á herberginu. Og þetta í rauninni þeir sem eru með erfiða hegðun. Mér finnst þetta í rauninni eiga við alla sem í óráði, en maður verður að setja sig í spor einstaklingsins og reyna að átta sig á því af hverju hegðunin komin og draga úr ótta og kvíða. Tala róandi og ekki fara hraðar en einstaklingur ræður við og reyna að ná augnsambandi og þarna ekki 2 starfsmenn með 1 einstakling nema það sé bráðnauðsynlegt. Þannig að við getum alveg ímyndað okkur ef að ég er 85 ára gömul kona og ég á spítala og ég veit ekkert alveg hvar ég eða af hverju eða hvernig, að þá að það komi kannski 7 manns á stofugang og standi yfir mér og séu að tala og ég skil ekki neitt. Það eykur á óöryggi. Þannig að allt sem að við gerum, viðmótið og hvernig við skipuleggjum vinnuna okkar og hvernig við tölum við einstaklinga skiptir máli. Mér finnst þarna langbest að bara fara einn inn, setjast niður við rúmið og spjalla í róleitum og ekkert endilega sjúkdómsmeðferðina til að byrja með en oft kannski já, þú komst hérna á spítalann út af lungnabólgu og við erum að gefa þér sýklalyf og þú ert orðin betri. Hvernig finnst þér að vera hérna? Svona, þú veist, ekki flókið og reyna svona að ná fólki. Þannig, já, fyrir okkur læknana finnst mér það eiginlega skipta bara mestu máli, eins og allt. Þessi atferlisfræði eiginlega mikilvægust í þessu. Og þetta líka fyrir hjúkrunarfræðingana, bara spjalla eitthvað sem maður heldur að sjúklingurinn hafi áhuga á, ganga á næsta glugga, tala það sem maður sér, svona tala veðrið og reyna svona að ná fólki með sér og ná kontakt í rauninni. Og svo lyfjameðferðin, það kannski það sem við höfum mestan áhuga á í rauninni, meiri heldur en atferlisfræði oft á tíðum. En lyfin eru eingöngu ef einkennin valda sjúklingi vanlíðan eða hættu og fyrst þá eftir þörfum getur þurft að gefa fast og þá það aðallega geðrofslyfin. Ég nota líka talsvert Heminefrin. Ég held kvatiapínið fínt og haldólið ef þetta erfiðara. Og ef alvarlegt að þá sprauta í vöðva eða í æð á hálftíma fresti. Getur þurft 2,5 til 5 milligram. En hérna ráðlagt 1 milligram í einu og títreira skammtinn. Það auðvitað að passa sig með Parkinson fólkið. Og svo mismunagreiningarnar og það getur verið erfitt að aðskilja þetta frá eins og heilabilun eða þunglyndi og þarna líka sagan frá aðstandendunum númer 1, 2 og 3 fylgjast með einstaklingnum, reyna að sjá koma tímabil þar sem einstaklingurinn alveg með okkur og verður svo alveg ruglaður eða þetta algjörlega stabílt
Ef þetta algjörlega stabílt þá mæli það kannski frekar á móti óráði. Mér finnst þeir sem eru þunglyndir yfirleitt halda þeir athyglinni. Þeir geta farið með mánuðina en gera kannski rosalega hægt. Maður þarf bara að sitja og þegja svolítið langan tíma og hvetja fólk áfram. En ef að þú getur það en ert svona mjög lár og hægur, þá er það oft frekar þunglyndi. En það er erfitt að greina þarna á milli og oft er það bara, tíminn líka sem hjálpar okkur að sjá hvernig hlutirnir þróast. Og sérstaklega eins og fyrir mig ef ég er að koma í ráðgjöf að sjá fólk einu sinni í stuttan tíma og það er kannski ekki mikið í framvindunótunum eða mikið frá hjúkrunarfræðingunum hvernig ástandi hefur verið síðustu dagana, að þá er erfitt að greina á milli ef maður fær bara svona augnabliksmynd af einstaklingnum. Og þetta líka. Og svo getur auðvitað verið einhver heilabilun og líka óráð og það getur verið þunglyndi og óráð og það getur verið heilabilun og þunglyndi. Þannig að þetta er oft erfiða greiningar og geta tekið svolítið langan tíma. Og heilabilun í rauninni, þá vill maður að einkennin séu búin að vera í 6 mánuði og það er bara í rauninni aðstandenda sagan, en þá verður maður líka að vita hvað maður á að spyrja um. Ég spyr yfirleitt nærminnið, hvort að fólk muni, hvert það hefur farið, hvert það á að fara og svo spyr ég hvort að einstaklingurinn er erfiðar með að finna orð, hvort að einstaklingurinn er erfitt með að ráða við að nota símann eða sjónvarpsfjarstýringuna eða hvort það er einhver breyting, aðstandendur upplifa einhverja breytingu á persónuleika eða hegðun. Þannig að ég reyni svona að fiska eftir þessum þáttum. En oft er þetta erfiðar greiningar og oft verður maður að bíða og láta tímann vinna svolítið með sér. Aðrar mismunagreiningar, náttúrulega óendanlega margar mismunagreiningar. En það er flog, geðrof, ranghugmyndaröskun, transient global amnesia, ófullkomið óráð, einhvers konar encefalopathía, lifrabilun, nýrnabilun, herpes encefalopathía. Það geta verið mjög margar mismunagreiningar. En þetta er svona óalgengara. Fyrst er að vita að fólk sé í óráði og svo fara að kíkja á af hverju. Og hérna er bara óráð og geðrof og það eru svona í óráði, þá eru þessar hefðbundnu ofskynjanir, eru sjón eða snerti ofskynjanir. Oftast sjón ofskynjanir. Og þá er oftast að fólk sé að sjá fólk eða dýr eða upplega pöddur á loftinu eða veggjónum. Það er eitthvað svona sem við viljum spyrja um. Meðan að geðrof þá eru kannski oftast raddir eða heyrnarofskynjanir. Yes. Ég var svo snögg, ég tala svo hratt. Þannig að þeim er bara gjarnan ef það er eitthvað sem þið viljið spyrja. Já, erum aðeins að græja þetta hérna eða fá mikrofónuna í salinn við við? Á ég hætt að deila þannig að þið sjáu mig eða? Endilega. Endilega segir salurinn. Mikrofónur er komin á þannig að gjör svo vel spyrja. Er hann að gera svo vel? Já, ég held að ég teki eftir því að Leponexin sé komið aftur þarna, klósapínu. Það er nú lið sem búið að hafa misjafnt orð á sér í annars lagi í 50 ár. Notið þið það mikið? Ég nota það ekki mikið. Ég nota langt mest kannski Rison, Quetiapin og Heminevrin, myndi ég segja.
Ég hef ekki mikið notað ólansapín heldur, en það gefur góða raun og það er að koma svolítið meira inn. Ég hef mest notað ólansapín hjá þeim sem eru í líka líknarmeðferð og eru líka með ógleði. Þá er ágætt að setja inn lága skammta ólansapíni á kvöldin, bæði fyrir svefnin, ógleðina og ef það eru óráðseinkenni. En klósapín nota ég ekki mikið. Nei. Sé ég ykkur líka en gaman. Það voru 3 þegar ég sá ykkur síðast held ég. Gunnar Þór. Já, þetta nú eitthvað svona unglæknaspurningar þegar þetta er stórt hlutverk manns, stór hluti af vinnum manns og næturvöktum sem unglæknir. Það svara símtali af deildum og það er þessi rosalega krafa að svæfa fólki, eða svæfa, að fólki sé að valda usla og það taki að fannst manni sem unglæknir með minni það, að þú veist að stundum fekk maður tilfinninguna að óráðið kannski ekki margir hjúkrunarfræðingar sem betur verið að trufla hjúkrunarfræðinginn meira heldur en sjúklingi og það sé þessi krafa rosalega lyfjagjöf á nóttinni, ég kannski einn þessa upplifun, en þarna, það var gott, en þú veist, en ámaður alltaf, þú veist, þú verður bara svæfan Gunnar Þór hérna, hann verður bara að fá 5 milligram Haldóli, við getum ekki haft að sitja þetta á vaktinni alla nótt. Nei, ef að fólk situr bara vaktinni alveg rólegt, sko. Þú veist, það fer kannski eftir ef að fólk hefur sofið allan daginn, þá er ekkert skrítið að sitja vaktinni á nóttunni. Ef að einstaklingurinn ekki búin að sofa í 20 tíma, þá er kannski annað, sko. En ég var með þennan fyrirlestur einmitt fyrir hjúkrunarfræðingana fyrir 2 vikum. Þess vegna ákvað ég að hafa það fyrir ykkur núna. Og þá vorum við einmitt að ræða þetta líka bara, þú veist, að reyna að spara lyfin. Ég nota alveg sóbrili líka, þú veist, fyrir einhvern sem situr á vaktinni og bara spurning hvort að fólk geti aðeins slakað á. Þú veist, bara 5 milligram sóbrili, ekki Haldólsbrauta. En það er líka spurningin maður kannski þá ítöndi dægurvilluna með því að fólk sé vakandi á nóttunni. En svona hrópari á nóttunni, hrópari og rápari á nóttunni. Já. Hvort velur Haldól frekar, ef ég mann rétt ekkert sérstaklega slævandi, eða heminefri? Ég byrja oft með heminefrinni og þá reyni ég að gefa það, já, kannski allt í lagi að gefa 300 meðanótt ef þetta er eitthvað svona erfitt, en annars reyni ég að gefa það bara á kvöldin klukkan 8 eða 10 til að laga dægurvilluna. Og ég veit að voru einhverjir, hvort það var í Malmö, eftir aðgerðir gáfuðu bara öllum heminefrin 2 daga eftir aðgerðina til að láta fólk sofa fyrstu 2 dagana til að koma í veg fyrir óráðið. Ég mæli ekkert endilega með því, en heminefrin ágætt. Ég veit ekki hvað þú segir, Ragnheiður. Jú, ég er alveg sammála, sko. Ég hef verið að nota það meira. Heminefrin og kvetiapín, Haldól er bara svona neyðarlyf algjörlega, það er allt annað bregst. Það er ekki fyrsta lyf, finnst mér. En að því að Inga spurði áðan út í klósapíni, þá hef ég notað það einstöku sinnum á síðustu árum og það hefur verið hjá Parkinsons-sjúklingum með miklar hegðunartruflanir og heilabilunareinkenni. En nú eru mjög miklar andkólvirkar aukaverkanir af klósapíni. Er það ekki hrædd við að ég myndi ekki þora að nota það í óráði? Ég væri skyldur að gera sjúklingi bara verri. Já, en ég hef ekki verið að nota það í óráði. Ég hef meira verið að nota það ef það er sko mikil neikvæð einkenni í heilabilun. Þannig að ég vil ekki vera að nota það í óráði. Já, rétt. Ég get því miður ekki verið mynd því ég get ekki bæði verið með hljóð og myndavél. Það er bara ekki nógu laus takkarými, en ég sit hérna niður í kjallara, Valgerður Sælhulda. Sveins, við eigum eftir að starfa svolítið saman. Ég er hérna á minnismóttökunni með Ragnheiði. Bara takk fyrir áhugavert erindi, en mig langar aðeins að nefna MMC-próf á einstaklingum með heilabilun sem eru inniliggjandi á sjúkrahúsi. Hvað segir þú um það? Nei. Ef svo er, nei. Ég segi eiginlega bara nei. Þegar ég var á minnismóttökunni úti, þá fékk ég alveg marga sem voru sendir af lyflækningadeildunum. Já, hann er með 23 MMS, hann var hérna inniliggjandi og kíkið á hann. Og svo kemur maður eftir 3 mánuði og fólk skora 30.
og það ekki neitt. Og ég held bara að sko, sagan frá aðstandendunum gefur svo miklu meira heldur en MMS inniliggjandi. Af því að ef að það engin saga að það hafi verið eitthvað mikið áður, að þó að fólk sem látt MMS, þá þetta heilabilun, það þarf að vera búið að vera í 6 mánuði og það svo margt annað og það alveg eðlilegt að fólk skori lágt á MMS þegar það bráðveikt. Þannig ég vil ekki nota þetta, ég myndi ekki gera þetta inniliggjandi, sko. Ég myndi þá bara senda á minnismóttökuna eða senda, af því að núna erum við með kröfur að þurfa að vera búið að gera ákveðna forvinnu áður en við tökum á minnismóttökuna. Þannig að ef að það grunur vitræna skerðingu þegar fólk inniliggjandi, þá langbest að senda bara á heilsugæsluna og biðja grunnuppvinnslu eftir 2-3 mánuði. Þá geta þeir gert MMS og klukku og þá tekið MR ef það þarf og ef það hefur ekki verið gert af öðrum ástæðum og sendt svo á okkur á minnismóttökunni ef það þarf á því. Ég myndi vilja hafa það þannig. Ég veit ekki hvað þú segir, Ragnheiður og Hulda. Þið megið bæta við. Ég sammála, ég hef lært það bara að það sé helst ekki gert, sko. Og þessi óráðskemar kannski sem þú ert búin að vera svolítið inn á, það kannski gert of lítið af því miðað við, eða ég veit ekki, ég get náttúrulega ekki svara fyrir, sko, deildirnar, en bara frábært að vekja athygli á þessu, Valgerður, takk. Ég held að það væri bara algjörlega frábært að fá því bara Valgerður í það verkefni að vera með smá vitundavakningu og kannski gæti Hulda verið með þér óráð og innleiða þessi vegspjöld sem að Landspítalinn með. Já, þær báðu einmitt þetta hjúkrunarfræðingarnir, sko. Þegar ég var með þetta fyrir þær báðum að fá að hafa þetta á veggnum eða fá svona vasaspjöld. Ég átti eiginlega bara eftir að heyra í þeim aftur á Landspítalinum, hvort að þetta væri efni sem við mættum nota. Já. Og ég kem gjarnan þegar ég á staðnum, því miður ég ekki alltaf á staðnum, en ég kem gjarnan og met fólk, en eins og ég segi og eins og ég sagði við hjúkrunarfræðingana, að þegar ég að lesa framvindunóturnar og það stendur ber á elliglöpum og elliglöp algjörlega úrelt orð og ég veit ekkert hvað það þýðir, ég veit ekkert hvernig hegðunin eða hvað sem á bakvið. Og hjúkrunarfræðingarnir sögðu það, þær læra núna í skólanum að skrifa sem minnst og ég sagði, jú, þau getið skrifa hvernig hegðunin þau getið ekki sett greiningu, þau getið ekki sagt ber á heilabilun þegar fólk ekki mennina greiningu. Þannig ég var svolítið líka að kalla eftir því að það væri skráð meira hegðunin og hvernig dægursveiflan væri í framvinduna til að maður hefði aðeins betri mynd þegar maður kemur. Það kannski með óráði sem að kom svolítið skemmtilega og óvart núna samt ekki því að ég tók að mér að yfirfara læknabréf á skurðlækningadeildinni sem að var ekki búið að klára nógu vel upp á DRG, sem sagt, greiðslukerfið okkar og kóðun og bara við að fara yfir þarna ansi marga sjúklinga þá fann ég mjög marga sem höfðu verið í óráði en sú greining hafði ekki verið sett en bara það að setja óráðsgreiningu á sjúklingin hækkar verðið sem fæst fyrir sjúklingin sem sjúkratryggingar borga á ráðuneytið gríðarlega mikið. Þetta dýrmætir sjúklingar. Þetta dýrmætir sjúklingar. Þetta mjög dýrir, þetta dýrmætir sjúklingar en þeir líka mjög dýrir af því það rosalega mikil umönn í kringum þá og þannig að óráðsjúklingur getur verið dýrari heldur en sjúklingum með hjartabilun, sko. En það mikilvægt bara að greina þetta og mér finnst bara mikilvægt að hugsa þetta, þú veist, þetta lífsnauðsynlegt líffæri, heilinn og þetta líffærabilun, finnst mér. Það svona ég bara benda á það að þetta DRG-kerfi fangar hvaða sjúkdómar eru þyngstir og þarna flokkast óráð mjög hátt. Þetta þá máli, sko, í hvaða röð það og að setja það þá í annað sæti fyrir að fjórða sæti? Það skiptir ekki máli nein sæti nema fyrsta sætið. Það bara fyrsta sæti sem skiptir máli. Þannig að en ef viðkomandi kemur inn með hjartaáfall og það það sem umfangsmest í legunni, en síðan hann í óráði, þá áttu alltaf að setja það sem aukagreiningu. Og þarna var ég bara bæta þessu við sem aukagreiningum. Þetta voru mest allt fólk sem hafði dottið og brotnað. Það gott að vita að það týnist ekki þá þessi númer 4 eða eitthvað. Það skiptir ekki máli. Það þurfi ekki að hafa ágjörð á röðinni bara fyrsta greiningin sem skiptir máli.
Já, allt. En hérna það þá fyrirgefið í framhald þessari umræðu til dæmis varðandi þessa einstaklinga sem kæmi þá til dæmis á bráðadeild. Ég meina, hver eru greiningar skilmerkin? Hversu til þess að geta sett á þessa greiningu? Það var einmitt ánægðin verið að tala að passa sig að gera það ekki, en svo kemur hérna einmitt að gera það til að fá pening. Já, nei, ég er náttúrulega ekki að hugsa, sko, þetta er líka gæðakerfi, Já, skilur. nákvæmlega. Þetta er ekki bara pening, ég bara taka þetta sem dæmi hvað óráð í raun og veru alvarlegt og hvað þetta kerfi flokkar það þungt. Af því þetta er svo umfangsmikið og mannfrekt og mikið í kringum þetta ofta rannsóknir og svoleiðis. En hérna, ef við erum með einkenni, þá er ekkert að því að setja fyrirgefðu Valgerður. Við vorum að tala heilabilunargreiningarnar. Við vorum að tala að við greinum ekki heilabilun inniliggandi, við getum greint óráð. Og ef það vafi hvort að það undirliggjandi heilabilun eða óráð en fólk ruglað alla leguna og kannski með dægurvillu og skerta athygli og svona, þá allt til að setja bara óráðsgreiningu. Ef maður veit ekki hvort það eitthvað undirliggjandi eða ekki. En það voru heilabilunargreiningarnar sem vorum að tala að setja ekki inniliggandi. Nema þetta sé alveg bara sólklárt. Já, það er með greiningu fyrir. Já. Það er náttúrulega eins bara, þú veist að þá setjum maður heilabilunargreininguna því hún hefur mikil áhrif á legu. Já, ok. Ef þú ert með greindan Alzheimer-sjúkdóm og liggur inni út af einhverju öðru, ef þú dottið að brotnað eða ert með hjartaáfall, þá þarf samt að setja Alzheimer-greininguna líka því að hún hefur gríðarlega áhrif á leguna. Já, hvað spurningar? Þá er þessi bara komið, þá kærlega fyrir. Takk hérlega.